Það framöndan helgina umræðu partí hjá UMFI og þetta umræðu partí númer 2 í röðinni. Og til að forvitnast örlítið meira þetta þá hún komin á línunni hjá mér, Ragnheiður Sigurðardóttir, landsfulltrúi hjá UMFI. Sæla blessuð. Sæla blessuð. Já, þið búin að gera þetta einu sinni núna og ætlið að halda áfram og þið ætlið að vera með þetta núna í félagsheimilinu Hvoli á Hvolsvelli. Já, það rétt. Það alltaf svo mikið líf og fjör hjá okkur. Þannig að já, næsta laugardag þá fer fram umræðupartí eins og sprettilega segir á Hvoli á Hvolsvelli. Og þetta viðburður sem við hvetjum sérstaklega ungt fólk á aldrinum 15-25 ára til að mæta og koma sínum skoðunum á framfæri og eiga þess að svona samtal við stjórnendur innan ungmennafélags hreyfingarinnar. Já. Þannig að stjórnendur jafnframt hvatti til að mæta. En út af hvað gengur þetta svona svo að kannski einmitt krakkar og stjórnendur og foreldrar kannski sem að hlusta skilji þetta svona almennilega? Við þurfum að hlusta á grasrótina og hvað hún kallar eftir. Já. Eða starf íþrótt ungmennafélag mjög gott allt land en við viljum alltaf gera betur og til þess að starf félagana gengur náttúrulega mikið upp það að þjónusta unga fólki okkar og til þess að gera gott starf enn betra mjög nauðsynlegt að hlusta á hvað vill unga fólkið. Og á laugardaginn þá ætlum við að taka fyrir sérstaklega 2 umræðefni. Annars vegar fræðslu forvarnir eða hvernig forvarnarfræðslu ungt fólk að kalla eftir. Já. Það til dæmis fræðslu rafrettur, svefn, næringu eða hvað það? Og hvernig svo náum við til ungs fólks? Þannig að við vitum kannski við fengum bara bæklingar að við vorum litlar eitthvað álíka. Já. En unga fólki í dag það á allt öðru miðlum sem við kannski bara vitum ekki hverjir eru. Að við þurfum að heyra frá þeim, hvernig náum við til þeirra. Og svo svona hinvingillin tengist þáttöku og með hvað hægt ungt fólk vill fá að taka þátt í sínum íþróttafélögum og í sínu félagsstarfi. Eru þau að taka þátt því að þau vilja vera næsta landslískona eða landslísmaður? Eru þau einfaldlega að æfa til þess að fá að hitta vinina? Og hvað það sem skiptir þau mestu máli? Og eitthvað sem við íþróttahreyfingin þurfum að bregða stepi við af þeirra mati. Já, þetta náttúrulega rosalega sniðug hugmynd og líka gaman fyrir þau að fá tækifærið til þess að segja sína skoðanir og náttúrulega til þess að þetta sé gerlegt þá þurfa þau náttúrulega að mæta svæði til þess að koma að málunum. Algjörlega. Og þetta eins og það uppæðið, þetta partí númer 2. Við heldum fyrst partí í febrúar í þjónustuvistun hjá okkur í Sigtúni. Og þá var alveg 80 þáttakendur og bara rosa stuð og stemmari. Já, frábært. Og skráning fyrir laugardaginn bara ágætt en það allir velkomnir, ungir sem aldnir og ungmennafélagi Dímon á Hvolsvelli með grillofinu mannskapin í hádeginu. Já. Þannig að þetta verður bara lett og skemmtilegt og vonandi fjölmenna bara allir áhugasamir. Akkurat. En þið ætla að byrja þetta einmitt á hádegismati eða hvað? Já, við ætlum að byrja þetta milli 12 og 1 verður hádegismatur sem félagar í ungmennafélaginu Dímon munu sjá og svo munum við einnig erindi frá, hann heitir Jón Halldórsson, einn eiganda Kvan sem ný félagssamtök sem leggja áherslu á styðja við börn og ungt fólk til að vaxa og þroska. Hann mun halda erindi leiðtogafærni og hvernig maður byggir upp að heldur sterkri sjálfsmynd. Það mjög áhugavert. Já, mér stemmit mjög áhugavert í dag að það farið að leggja svolítið upp á þessu að styrkja sjálfsmynd ungmenna. Algjörlega. Að ungt fólk sé að gera hlutina eftir það vil gera það sjálf. Ekki að einhverja segja að gera það eða því að sigga vinkuna að gera það eða eitthvað svoleiðis. Akkurat. Það koma að þeirra eigin forsendum. Já, ég er bara vikina og svona okkur yngri árum. Ég alveg vilja fá okkur svona. Já, nokkulega, þegar maður er yngri, akkurat. Já. Hafa áhrif á sitt eigin starf og sitt nær umhverfi. Það mjög dýrmætt. Og líka fá svona bara góða hvatningu og sjálfstyrkingu og ýmislegt hana. Akkurat. En já, þið ætlið svo að hafa umræður. Já, eins og það verða þessi 2 umfjöllunar efni tekið fyrir. Annars vegar forvarnirnar og hins vegar þáttökuna. Og svo, já. Og hvernig svona best fyrir ungmenni hérna á svæðinu að leita sér upplýsinga og skrá sig?
Það er inni annarkvort bara að mæta á milli 12 og 1 á laugardaginn í félagsheimili Kól og Kólsvelli. En svo líka þetta smetla sér inn á heimasíðu umifi.is og þar er þetta að finna allar nánar upplýsingar. Ok. Og það er allir velkomnir og það kostar ekkert að taka þátt þar sem þessi viðburður er styrktur af Evrópu unga fólksins. Já. Þannig að ég hvet bara alla til að koma. Þetta verður skemmtilegt. Og svo sé ég hérna líka að UMFI styrkir ferðakostnað þáttakanda sem að þurfa að ferðast lengra en 50 km aðra leið. Algjörlega, þannig að það er engin afsökun til að koma ekki. Nei, nákvæmlega. Þetta er hérna vel boðið. Já, akkurat. Já, ég hveti ungmenni alveg eindreið til þess að mæta til ykkar á laugardaginn og taka þátt í þessu. Mér finnst þetta mjög sniðugt. Já, bara takk fyrir það. Og ég hlakka til að sjá bara sem allra flesta. Algjörlega, og virkilega gaman að heyra í þér, Ragnar. Takk fyrir sömuleiðis. Já, takk. Ok, já, bless. Já, og fyrir ykkur sem eru kannski á Facebook, þá getið líka farið inn á skrifa bara í leitina umræðu partí UMFI. Þá kemur merkið 2 og þá eru þau komin inn á og getið fundið upplýsingar og þar er einmitt linkur líka inn á síðuna. Þannig að það er mjög einfalt bæði að sjá þar dagskrana og smetla til þess að skrá sig til leiks. Hvet ykkur endrið til þess að skoða þetta.